Tímabilinu lýkur hérna jafntefli á Akureyri, hvernig er svona tilfinningin? Bara svona allt í lagi. Mér fannst að spila vel leiknum í dag. Mér fannst að gera margt mjög gott í dag. Það var örugglega ekkert skemmtilegasti leikur til að horfa á, sérstaklega fyrir áleik. Það var svona lítið yfir, en mér fannst samt stýra leiknum og mér fannst framan af vera töluvert sterkari aðilinn. Skorum gott mark, fáum fullt af góðum stöðum, alveg óteljandi góða stöður, höldum vel í boltann, bærum bolta vel á milli kanta. Bara gerum vel fyrst með þessu leik, svona overall, og svo setna alveg að jafna metin og þú káðar bara gott lið og komast á bragðið og í rauninni erum við bara stálheppnar að það steli sig ekki til lokin á okkur því að af okkur stela sigrinum því það er oft alveg skilið með þess hvernig leikurinn tróaðist og var í lokin þá voru þær aðgangsaðrar en við þannig að ég veist að segja til um karakteri í leysins míns er að það er ekkert undir leiknum en samaskap er að enda okkur fyrir alla boltina með 94 mínútu niðurstaðan verið samt í stíkið saman sömari þannig að mér finnst það súmur upp bara karakterinn í ópnum á liðinu að 94 mínútur er að hoppa fyrir eitthvað 4-5 skót inn í færi til færi að Þór Káa og ég er mjög ánægður með það. Já, en bara svona gera þessu upp sumari, svona ánægður með þetta? Ég má ekki vera, ég get ekki verið það hrókafullur og sagt að við áttum bara við top 6 eða stefnan var það, leikmannahópur setti sér markmið top 6 sem nýlega er það ansi hálfur markmið en markmiðin 1 og 3 var að halda sæti í deildinni og gera það eins og við gerðum. Við byrjuðum tímabil á 3 töpum og það er alveg auðvelt að brotna við það sko. Það er nýlega sem er ekki með marga leikmenn sem hafa spilað deildina áður. Það er töluvert auðveldara að brotna og bogna og fara á orkunni sjálf á sér og fara í fílu. En við gerum það ekki, fórum að vinna leiki og þessi helvítis EM-pása, hún náttúrulega bara var í svo góðum takti þegar EM-pásan kom og svo fór það sá taktur úr okkur og við lentum bara í bölvuðum vandræðum og það átti aftur komin í að samvæsa hann. Það þarf að sýna karakter og vilja til að koma út undir stöðum sem við komum sjálfur í og við gerðum það aftur. Mér finnst að segja ansi mikið um þennan leikmann og hungrið og viljan og dugnaðinn og allt þetta jákvæða sem við getum talað um sem heitir hugafar. Að geta staðið uppi sem þeir sigurvegarar í þess að halda sæti sem deildinni því það fyrir okkur er mjög stórt og mikið og gott afrek því deildin var góð, mjög góð lið og ég er mjög stoltur af leikmönnum liðsins þriggja tímabilið sem við snöggum við þig. En svona þessi úrslit í dag, svona svekkjandi að vinna ekki og enda á efst í neðri hluta? Já, ég sagði eftir leiknum að fá að við ætlum að enda í 7. Náði ekki í dag, en hérna, þú veist, það verður bara að hafa það og ég svo sem bara þú fær hvort ekkert neitt fyrir endur 7. Það er á 7. áttum, en auðvitað hefur viljað. Það var alveg mikið fyrir leikinn okkur endur 7. að setja smá viðmið fyrir næstu ár, fyrir klúbbuna, fyrir liður slíkt að vilja allir gera betur í ár, eða þú vilt alltaf gera betur enn í fyrra, alveg saman hvort það er fram með að þú káa eða Breiðablik eða Valur. Þannig að við hefum svona okkur langaði í 7. sæti svolítið mikið, en mér fannst það sjást alveg leiknum og þetta skipti okkur máli að spila vel í dag og ná í úrslit, en þú veist, bara svona jafnræði leiknum og kannski niðurstaðan bara jafntefli mögulega sanngjarnt. En 7. 8. bara aðalega við sem frá ofan strikið og þá er ég svolítið. Ætlar þú að taka slaginn með þeim á næsta sumar? Ég á 1 ár eftir samning, þannig að þú veist, það finnst mér vonandi hefst nema þeir ekki, ég veit það ekki. Nei, það er eins og með alla að það ég á bara eftir að setjast niður með stjórn og fólki og gera upp tímabilið og þeir stjórnum að framöður eftir að gera líka, þannig að ég á 1 ár eftir samning og ef að planið verður að gera betur og halda áfram að bæti, já, klálega, það var ekki spurningum að ég taki slaginn og verða áfram, en bara eins og öllum öðrum félögum og liðum, þá setjast þjálfarar og stjórnin saman og ræða bara málin og þú veist aldrei hvað gerist í fótbolta. Þannig ég ætla ekki að segja já hérna og svo kemur eitthvað upp og ég ætla ekki að segja, en viljið minn er klálega til staðar að klára allavega samninginn og mögulega lengur því, mér finnst gott að vera fram og þetta er minn klúbbur í dag með þetta að gera. Ég er óbúslega ánægður með framgöngin, við erum 4 ár síðan vorum í annað deildi sko, þannig að það væri skrítið ef við erum ekki áfram á mínum mati, en svo eins og sagði áðan, þú veist aldrei hvað gerist, hvernig samtöl fara og hvernig framtíðarsýn fer saman með þjálfurum og stjórnum, þegar mín sýn er svo að við þurfum að gera betur, bæta í, ekki fara aðra sátti núna og alltaf svo að falla einhverja gryfju með það að fara einhverja sigur vímu þannig að halda okkur uppi eitt sinn, við viljum bara halda áfram að þroskast og þróast sem félag og fara í rétta átt og vonandi getum gert það áfram, þannig að já,
ég vona að ég verði áfram, en eins og segi, ég ætla ekki að lofa einu neinu því að það þurfa alltaf að eiga þessi samtal eftir tímabil og gera upp og fara yfir næstkomandi ár og ég vona að þau samtal verði bara jákvæð. Takk hérlega fyrir. Takk.